Ástandið á vinnumarkaði með yfirvofandi verkföllum hefur ekki verið verra árum saman, segir ríkissáttasemjari. Ágreiningsmál í þjóðfélaginu eins og skiptingu auðlinda hafi áhrif á kjaraviðræður. Deilurnar eru í algerum hnút. Ríkissáttasemjari segir að stóra ágreiningsmál í þjóðfélaginu hafi áhrif á kjaraviðræðurnar. Ástandið á vinnumarkaði hafi ekki verið verra árum saman. Hann hættir eftir 10 daga og boðar ekki samningafund nema tilefni sé til, jafnvel þótt allt sé í hnút. Flóabandalagið, það Efling, Klíf og Verkalýðsfélag Keflavíkur, samþykkti með afgerandi meirihluta greiddra atkvæða verkfallshrínuna sem hefst eftir 8 daga með nokkrum 2 daga verkföllum og svo allsherjarverkfalli 7. júní. Brigslum rangfærslur gengu á milli verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins í dag en upp úr slitnaði hjá SA og fjölmennustu stéttarfélögunum í gær. Kjaradeilur á almennum og opinberum markaði í algerum hnút. Það hefur ekki verið svona ástand frá því fyrir 2008, hvað ég mann. Frá hruni hafa kjaradeilur að mestu verið leystar með samningum á þess að til verkfalla hafi komið ef undan skilið síðasta ár með verkföllum nokkurra hópa. Þá voru 2 lög sett og þau 3 voru í undirbúningi. 7. júní minnir mig að það sé, þá komið hér allsherjarverkfall og þá held ég að við séum komið mjög erfiða stöðu. BHM verkfall hafa staðið yfir vikum saman og verkfall hjúkrunarfræðinga hefst eftir viku. Tugir þúsunda fari í verkfall, fari allt á versta veg. Staðan verri en hún hefur verið árum saman. Hvað verkfall varðar það alveg ótvírætt. Miklu meira þau að til verkfalla sé gripið heldur en hefur verið. Samningar ekki reikningsdæmi nema hluta til, það líka hvað sanngjarnt að verði niðurstaða og það tekist, það tekist á það núna og við höfum ekki náð niðurstöðuna þá. Ég held að sé heilmikil ólga í samfélaginu. Við sjáum átök hér fjölmörg málefni, ekki bara kaupið, heldur ýmis önnur atriði í samfélaginu. Og það skipting auðlindanna, arðurinn auðlindanna, hvernig á að skipta því. Það átök eða ágreiningur milli hópa, hver betur settur en annar. Þannig að það ágreiningur fjölmargt í samfélaginu sem ég alveg sannfærður að hefur áhrif á stöðu kjaraviðræðna. Magnús tók við embætti ríkissáttasemjara 1. nóvember 2008 og lætur af embætti 31. maí í miðjum verkföllum og kjaradeilum ef svo heldur fram sem horfir. En staðan núna sú að engin samningafundur boðaður, hvorki hjá BHM eða hjá samtökum atvinnulífsins, verslunarmönnum og flóanum. Og ég þarf svona tilefni til þess að boða fund. Við boðum ekki fund bara fundarins vegna, það þarf líka efni til að ræða og tilefni til að boða.